Já, velkomin á Frelsi TV. Það er ennþá opið. Þessi búlla er ennþá opin hér. Og hérna, ég er aðeins að laga kameruna, langt sinni ég stiltu upp, sko. Sjáið allt stúdíóið, sko. Upp. En hérna, það er nú ekki margir að hlusta akkurat núna. Ég er dottin á tísku kannski. Nennir ekki að horfa á mig lengur. Sem er allt í lagi svo sem. Það kemur Guðjón Reynberg hefur staðið sig vel undanfarið í að miðla sannleikanum. Þannig að það heldur áfram hamingjan. Þeir segja að maður eigi að vera á fyrstu 15 sekúndunum eigi maður að vera búinn að segja fólki hvað er í vændum. Ég er ekkert að láta ykkur vita sko hvert ég er að fara. Og hérna ég veit ekki hvað maður á að nöldra. Maður fékk eiginlega bara svona overdose af sjálfum sér hérna einhvern mann. Og líka, þið vitið það, Roger Waters sem er minn uppáhalds tónlistagaur. Hann talaði einmitt það að til þess að gera góð tónlist þá þurftur bara að vera klár í þögnunum. Það er sem sagt einkenni. Það er sem sagt einkenni á góðri tónlist eru góðar þagnir. Og hérna þessi þögn mín undanfarið hefur að hluta til verið taktísk og að hluta til bara ég er svo upptekinn. Ég hef ekki haft tíma í þetta föndur. Og hérna og eitthvað bland í poka þar á milli. En hérna ég fæ nú ennþá svolítið að skilaboðum og það er nokkur þúsund sem horfa á Rásina í hverjum mánuði eða hverjum 28 dögum. Eins og mælistikan mælir á YouTube. Og ástæða fyrir þögn minni hefur verið svakalegar ritskoðanir og hreinsanir á YouTube. Þar er fólk sem er bara að tjá sig það sem það sér og segja sínar skoðanir og er í sjálfum sér ekki að hvetja til neins ofbeldis eða neitt slíkt. Og það er bara verið að loka Rásunni hjá þeim af því að þeir eru að fjalla til dæmis öll þessi hoax og fleira slíkt. Og þið sáu nú bara á Íslandi að þegar að harmageturnar mínar hringdu í mig þarna út af Manchester hoaxinu, þá voru þau bara sendir í sumafrí, langt sumafrí. Og áróðursútvarpið Saga kanselleraði viðtal við mig og hefur ekki viljað birta mig af því að ég eyðilegg mók áróðursdrullunar. Og það vilja menn náttúrulega ekki, menn í vondum verkum vilja ekki. Þeir sem í myrkraverkum þola illa ljósið af augljósum ástæðum.
og þannig að og annað mér náttúrulega tókst ekki að lifa á Frelsi TV þótt að það fólk hefur stutt mig og það er ómetanlegt. Þá hefur það ekki dugað til framfærslu. Og þannig að og náttúrulega YouTube borgar engar auglýsingar eða neitt slíkt á íslenskum rásum. En þetta er live þannig að það verður langt og langdregið og ruglingslegt og flókið fyrir þá sem eru ekki vanir, þeir sem eru ekki fagmenn. Og þannig að það sem að Frelsi TV hefur verið að fjalla hefur haft að því virðist vera gríðarleg áhrif. Og til dæmis eftir að ég benti á að Hæstaréttur væri fallinn og Hæstaréttur væri ekki til lengur nema bara eitthvað svona liði lík sko. Hvað hét það ekki? Night at Bernie's eitthvað svoleiðis. Að það er ekkert með dómunum í máli hans Eyjólfs þá sannaði Hæstaréttur og valdstjórnin að hún er ekki íslensk eða með eina tengingu við Ísland, Íslendinga eða þetta fyrirbæri sem við köllum stjórnarskrá sem er náttúrulega bara skeinipappír með kúk á. Og í framhaldi af því að ég fjallaði það þá byrjuðu plebbarnir að hugsa og brölta og bregðast við og niðurstaðan var þessi landsdómur, nei hvað heitir þetta? Landsréttur eða eitthvað, veist. Skiptir engu máli hvað það heitir. Og þar með eru þeir eins og þið sáuð að ég fjallaði það á sínum tíma að sýslumannsskrifstofurnar voru að skipta kennitölur. Og spá mín hefur ræst vélbyssuvæðingu valdstjórnarinnar. Já. Af hverju hringir ekki útvarpstíma á Útvarpi Sögu? Af hverju hringir Útvarp Saga ekki í Frelsi TV? Sko, Útvarp Saga er áróðursútvarp síónista og valdstjórnar plebba og þeir eru með verkamenn vondra verka og þeir einfaldlega hafa sannað það sjálfur. Ég þarf ekki einu sinni að finna það upp, þeir bara sjá það sjálfur. En þið hafið væntanlega tekið eftir því að það er svolítið svona kyrrð á Vesturvígstöðunum eða það er smá kyrrð í kýrauðanu að sko þessi hóks sirkus virðist ekki komast lengra með sitt starf
og þeir leggja ekki í að hóksa og sem reyndar að vissu leyti neikvætt af því þá eru þeir hugsanlega að undirbúa alvöru falska fána þar sem að fólk mun í raun og veru drepast. Og en í þessari þögn og í þessu vopnahléi hugans þá eru þeir að útrýma internetinu. Og bæði í Evrópu og Bandaríkjunum er gríðarlega mikil vinna í gangi til þess að slátra internetinu. Og það var sett lög núna í Þýskalandi eða í Evrópubandalaginu. Held að það var Evrópubandalagið sem setti lög þar sem að þeir sem að birta eitthvað sem stjórnvöld ekki að fíla, að Facebook eða YouTube eða þá sem birtir það getur fengið 50 milljón evru sekt eða eitthvað. Það sem sagt, þú getur fengið milljarða sekt út af því sem einhver segir og stjórnvöld túlka sem haturssegð eða hatursorðræðu eða eitthvað svona huglægt kjaftaði, sko. Og það er tæranní og ritskoðun í bómull. Sama er að gerast í Bandaríkjunum þar sem að þessi lög net neutrality eru að falla á gildi. Eða eru að í Bandaríkjunum ætla þeir að hafa þetta þannig að það verða leigjarar af interneti þar sem að sumir fá mjög hægvirkt internet þar sem að það virka bara ekki. Og elitan heldur sínu fína interneti, sko. Og í raun er digital völdin orðin alveg svakaleg. Og á sama tíma er eins og til dæmis fyrirtæki sem heitir Cambridge Analytics eitthvað svoleiðis. Þeir eru með cirka 4.000 til 5.000 upplýsingar hvern einasta einstakling sem hefur komið við internetið. Og það er einkafyrirtæki, þannig getur ímyndað ykkur hvað leynistofnanir eru með mikið af upplýsingum. Pælið, þeir eru kannski með 10.000 upplýsingar þig. Og decode samkeyrir það. Svo decode með sjúkraskrárnar á þér og allir þinni fjölskyldu og alla peningaveslur og launaseðla og allt, skatta, hljóðritanir að þeir að tala heima hjá þér. Þannig að þetta er alveg svakaleg staða. Og maður er eiginlega bara orðlaus yfir hvað almenningur er sofandi og værugjær. Og reyndar hef ég séð tal það núna að sem sagt vopnavæddur almenningur sem er mjög athyglivert hugtak. En íslenska valdstjórnin er
sem sagt útibú kapítalísku kirkjunnar, Kapítólkirkjunnar og það er í raun sama stofnun og kaþólska kirkjan og Íslendingar hálshjúkuðu síðasta umboðsmann þeirra. Og það sem ég held að fólk átti sig ekki á er að þeir hafi í raun engu breytt með uppskriftinni, hvernig þeir já, góða kvöldið, græni maður. Að þeir hafi í raun engu breytt, sko. Þetta er nákvæmlega sama uppskriftin. Og þetta eru alltaf sömu trikkin, sko. Að þið munið að það sem að kaþólska kirkjan höndlar með og farísear og fræðimenn eru syndir eða veikleikar mannsins. Og því er beitt gegn manninum og þegar þú ert svo mikið pakk þá má ég berja úr þér aleigu þína og líftóruna. En mér sýnist svo að ég er svo góður, sko. Þegar ég á prump í skókassa. Að þetta er grundvöllur af öllum þessum kerfum. Og sama er í kerfinu sem við búum í. Að þar eru svona einhvers konar kapítálpostular sem að telja sig hafa rétt á því að rífa af þér aleiguna og líftóruna. Og ég ætla ekki að gera þennan samanburð fyrir ykkur, en þið sjáið að CO2 dæmið er svipað, sko. Skömm, þú skammast þín fyrir að anda frá þér. Það er synd, fyrir það skal alltaf borga. Og þið sjáið, sko, að þegar kirkjurnar voru, það er svolítið fróðlegt í Svíþjóð, að kirkjur eru að deyja innan frá, sko. Að það er að því að það trúir enginn lengur á skömmina sem að kirkjan lifði á. Og það er svolítið merkilegt, sko, að ég fer aðeins í biblíufræðin, sko, að farísear og fræðimenn voru mikið að stela peningum og níðast á fólki. Síðan kemur Jesú og segir, sko, Guð faðir minn getur gert allt sem þið gerir. Pabbi minn er sterkari en pabbi þinn, sko. Og þá hrynur bara það drasl allt saman, sko. Þetta er allt saman blekkingar. Og þið munið náttúrulega að ég var búinn að borga munið allar skuldir Íslendinga. Og þannig að það er svolítið merkilegt einmitt talandi um þetta þessa þögn, sko. Þeir einu sem eru að gala á internetinu eru fjármagnaðir propagandistar með undantekningum reyndar. Með góðum undantekningum eins og Morris og Corbett og Corbett Report og fleiri og Hreinberg náttúrulega. Að margir sem að komu fram sem svona fuglar eins og ég var nú kallaður fugl þarna í Harmagræton. Að margir eins og Alex Jones og Davíð Icke og fleiri og komu fram sem svona fuglar, sko,
síðan. Hm, einhver sem kemst ekki inn á útsendinguna. Er eitthvað vesen í útsendingu hjá einhverjum? Hmm, það er bara verið að blokkera mig. Ha, það er bara verið að blokkera strákinn. En sko, hérna, það eru reyndar í stóru öflunum, þá eru ákveðnir kraftar sem eru að virka, eða sem sagt, já, ef maður horfir á þessa stóru krafta, þá virðist stríðsglæpaveldi sem sagt Ísrael, Bandaríkjanna, Bretlands, Frakklands, sem sagt þetta NATO drullumall, það virðist vera að hruni komið. Og sem sagt Ameríka og Ísrael eru orðin að aðhlátursefni alheimsins. Þeir eru traustlausir fávitar. Og þið sjáið að ég er búinn að vera að tala um það hvað, 2 ár, 3 ár, að í Sýrlandi sé ekkert borgarastríð heldur innrás NATO með Bandaríkjamenn og Ísraelmenn í fararbroddi. Og núna þegar að rykið sest aðeins, þá er allt í einu bara 5 military bases frá Ameríku í Sýrlandi og ég held að þeir væru ekki í stríði við neinn. Og Ísraelar það var skotið niður flugvél hjá þeim og þeir eru bara í loftárásum í Sýrlandi. Og það sem er að gerast svolítið líka í þessum stóru, eða sem sagt maður er að reyna að horfa á þessa stóru mynd sko, hvernig stríðið mun líta út. Og það er sko eins og að Niels Herit í Danmörku, hann hefur lagt fram 2 peer-reviewed skýrslur sem sanna það á vísindalegan hátt að turnarnir í Bandaríkjunum voru sprengdir niður. Það er bara einfaldlega skjalfest vísindaleg sönnun fyrir því. Það er enginn vafi um það að Amtrax var að Thermites Amtrak er ekki lestarfyrirtæki, að Thermites voru notaðir í turnunum. Það er vísindalega sannað. Og það er einföld staðreynd sem ekki er hægt að hrekja. Og það sem að Bandaríkjamenn gerðu með tvíburaturnunum var að þeir virkjuðu 5. greinina hjá Sameinuðu þjóðunum. Það er því síónista bæli. Og með því að virkja þá grein, þá voru öll hin ríkin skuldbundin til þess að fara í stríð. Og við sjáum meira að segja örvæntingafullar tilraunir á trampólíni, eins og Guðjón kallar hann, til þess að innheimta meiri peninga. Bara Trump ráfaði Evrópu var að væla yfir því að hann fengi ekki nógu mikla peninga inn í NATO. Bíddu, nú? Það var þá einkennilegt.
Þannig að það virðist vera að og milljónir manna séu að vakna og þá er spurning hvort að það sé til góðs eða ills. Það er mikið slegist athygli hinna nývöknuðu. Og flestir eru búin að átta ég held að flestir Íslendingar eða ég veit það ekki. Allavega allir sem hafa hlustað á Frelsi TV eru búnir að átta sig á því að valdstjórnin íslenska eða ríkissjóður eða hvað það heitir er einfaldlega Ponzi-skím. Það er Ponzi-skím inn í svindlkerfi. Og þetta er svo rosalegt þegar að þú ferð út fyrir þessa ramma þá það er svona mind blowing. En þið munið ég sýndi ykkur ég sýndi ykkur þetta dokument þar sem að sýndir reikningar Seðlabanka heimsins, þar á meðal Seðlabanka Íslands hjá hinum himneska föður. Og þetta er undirstrikað 2. febrúar. Þetta er móttekið 2. febrúar 2007. Þetta er undirritað, hvaða dag er þetta undirritað? Sko ég skil ekki hvernig fólk heldur áfram að rífast hvernig á að deila út einhvernum peningum í svona blekkingakerfi. Ég er búin að sanna það fyrir ykkur að það er blekkingakerfi. Og þetta síónista ógeðskerfi. Síónista glóbalista viðbjóðskerfi. Það er það sem við erum að horfa upp á. Og við vitum að þessi síónista hreyfing sem er núna í gangi ég finn ekki dagsetninguna, ég finn þetta sjálf. Þetta er þetta ráð 300 sem að the Committee of 300 through the United Nations Organization, það sem committee af 300 eru yfir Sameinuðu þjóðunum. Þeir eru svona dóttur fyrirtæki. Og lagalega er þetta rekið frá Filippseyjum. Og ef við viljum er enginn sem skilur þetta sem ég er að segja. Ef að ég seti þetta yfir í starfsgrein sem ég var einu sinni í. Ég var byrjað að smíða þegar ég var 14 ára gamall, trésmiður Fljótsdalshéraðs. Að þetta er leynivopn smiðsins. Ekki einu svona tommur á þessu. Þetta eru bara sentimetrar.
Hérna, til þess að skilja peningakerfið, að ef að hagfræðingar eða hagræðingar sem eru að hagræða raunveruleikanum fyrir þig, ef að þeir væru smiðir, þá myndu þeir segja: "Já, bíddu, ætlar þú að fara að byggja hús?" Já, en sko, sentimetrar eru takmörkuð auðlind, sko. Hvað áttu marga sentimetra, góði? Áttu enga sentimetra? Jó, ég er með 5 metra málband. Já, ok, þú átt á 5 metra. Og þú þarft meira en 5 metra til þess að byggja hús, sko. Þannig að þú þarft að kaupa sentimetrana af okkur. Annars drepum við þig. Þetta er bara annað kerfi, annar hlutur notaður til kerfis. En í raun er það engin munur þar á. Það er bara tekið eitthvað svona eins og það sem andar frá þér. En það er bara takmörkuð auðlind, sko. Við getum ekki bara andað frá okkur eins og enginn sé morgundagurinn, sko. Þú ert að borga fyrir það, sko, að anda frá þér. Þetta er bara nú. En þarft þú ekki að borga fyrir að anda frá þér? Nei, nei. Ég er heilagur Hannes í Hænsnahúsinu. Þannig að þið munið eftir á Íslandi þegar að kirkjan kom til Íslands fyrst, þá voru nú bændurnir ekki á því að borga þeim fyrirbænargjöldin í upphafi. En þessar hræætur eru alveg snillingar í sínu starfi. Þannig að ef þú ætlar að nota sentimetra, þú mátt ekki nota sentimetra nema með mínu leyfi, sko. Ég á sentimetra. Og ég er í ráði eins manns ráði. Og ég er bara ræðis. Og ef að þú notar sentimetra án þess að borga mér leigugjald fyrir þá eðlilega mun ég beita því eitthvað konar ofbeldi. Þetta er líka eins og mafíur hugsa. Það er hugsað nákvæmlega eins. Það 10 sentimetrar frá mér og upp að eyrnasnepli. Ég ætla nú ekki að fara að mæla fleiri anatómíur hérna. En það í stórum tölum. En hérna hvernig er hægt að tala inn í svona kringumstæður? Já, nú er náttúrulega félag íslenskra letingja, þeir eiga enga sentimetra. Þannig að það þarf náttúrulega að taka sentimetra af einhverjum öðrum og gefa félag íslenskra letingja því þeir nenni ekki að mæla neitt, sko. Og þeir eiga enga sentimetra, sko. Já, nú er bara sumarþing hjá íslenskum letingjum, sko. Þeir bara nenni það ekki reyndar en þeir ætla bara, sko, það þarf náttúrulega að taka sentimetra af einhverjum öðrum, sko. Já. Einmitt. Interesting. Og liðið sem stendur í þessum blekkingum og í þessari glæpastarfsemi, það eru þessir valdstjórnar plebbar sem eru að vélbyssuvæðast á Íslandi núna og borða í múlakaffi eins og fínar mafíur. Íslenska valdstjórnin er mafía.
Og ef að þú ert langtíma hlustandi Frelsis þá veist þú náttúrulega hvað mafía þýðir. Ekki. Mazzini. Ég þarf nú að fletta þessu upp. Ég man þetta ekki nákvæmlega. Sem sagt, Mazzini leyfir morð, bruna, hvað var það meira sem hann leyfði? Hann leyfði sem sagt að bara einhver einn kall sem skrifaðist mikið á að vera Albert Pike. Og þeir eru svona stofnendur Sameinuðu þjóðanna til dæmis. Það fæðist úr hugmyndafræði þessara aðila. Já, auðvitað, ég get leitað hérna. Albert Pike. Og þeir hérna þeir eru þessir ógeðspleppar sko sem að endurspeglast á Íslandi í valdstjórnarmafíunni. Og það eru þessi globalistar og þetta New World Order og Sameinuðu þjóðirnar og það allt sem að runnaði undan rifjum þessara plebba sko. Já, hérna það. Mazzini autorizza furti, incendi, avallasamenti. Það er sannlega ekki besta ítalsku framburður í heimi. Sennilega ekki sko. Þetta þýðir Mazzini leyfir þjófnað, bruna og eitranir. Það er orðið mafía, poisoning. Mazzini autorizza furti, incendi, avvelenamenti. Og þarna eru miklir lyklar því að þeir sem eru í mafíunni þeir eru gríðarlega mikið að eitra fyrir þér og þínum líka. Og það er til dæmis chemtrail. Það er bara verið að spreyja eitri yfir þig og þína. Og það er ekki eins og þeir séu eitthvað að halda þessu leyndu fyrir þér. Bill Gates sagði það bara í opinberri ræðu í sjónvarpinu eða sem hann birti í sjónvarpinu meira að segja. Þar sem hann sagði að tölvuvírus kæmi á skjá í tölvu eftir það fengju 30 milljónir manneskja öndunarfæra eða það fengju mikið af fólki öndunarfæra sýkingu sem myndi leiða 30 milljónir til dauða. Já.
Þegar ég ætla að pröfa hérna sér. Ef það klikkar þá veit þið procedure með það. Það er komment, enginn að kommenta. Ok. Application window. Hérna er það. Hérna sjáum við Massini, Autorissa, Furti, Incenti, Avalementi. Massini leyfir þjófnað, bruna og eitranir. Og þessir kallar eru ekkert að skafa utan að því. Já, það virkar að séra. Það frýs ekki mikið allavega. Þá getur kannski séra eitthvað meira. En hérna það virðist vera að það er nú talað um það að síðustu metrarnir í uppsetningu á fyrirbæri eins og New World Order eða einhverju svona viðbjóði, það eru síðustu metrarnir, eru erfiðastir. En þeir vinna því daginn út og daginn inn með skriljónir dollara að koma þessu á. Við séum bara að halli fuglanir færi í okkar búrum, sko. Og það er alveg ótrúlegt hvað fólk er að tala í raun lítilvæglega hluti í því samhengi. Í raun er þessi pólitíska umræða aumkunarverð. Hún er svo aumkunarverð að það er ekki fyndið einu sinni. Og það er reyndar gert með mjög vísindalegum hætti. Það er gríðarlega mikil orka notuð og sett í þjóðfélagsverkfræði. Og hún virðist bara einfaldlega virka. Trauma-based mind control virðist svínvirka. Að segja sömu lygina nógu oft þar til hún verður að sannleika virðist bara þrælvirka. Það sem að veldur mér kannski áhyggjum er þegar búið er að segja fólki frá töfratrikkinu, sko. Það er búið að segja þér hvernig þetta er gert. Ég er búinn að segja það í smáatriðum. Hvernig peningar eru búnir til dæmis með kredit með debit hjá hinum himneska föður. Það er bara skjalfest. Ég hef sýnt ykkur skjölin. Það er enginn að tala um það. Bara enginn. Bara snits. Blitz. Nits. Bara enginn að tala um það. Það er bara allir að tala um það hver er að telja þessa álátsbleðla. Hver er að telja álátsseðlana í kirkjunni, sko. Það er bara að tala um það. Þetta er ekki rétt talið hjá þér. Máttu telja þessi álátsbréf aftur. Það er einhver fyll hérna í álátsbréf á bókhaldinu. Það er enginn að segja, byrju álátsbréf. Hvað er ruglið það? Akkur þú að láta mig borga álátsbréf? Já, þú ert syndur. Segir hver? Já, Guð segir það. Byrju, varst þú að tala um Guð? Já, ég er umboðsmaður Guðs hér á jörðu. Nú, ég held að það veri ég. Er það ekki rétt að þú borgi mér? Nei, það virkar ekki svona. Já, er það ekki? Akkur ekki? Já, það bara virkar ekki svona. Nú, akkur ekki? Já, það bara virkar ekki. Ok.
Fólk ekkert að tala svona, það er bara svona: "Já, hvernig taldurðu aflátsbréfin í síðasta mánuði? Já, var eitthvað hagnaður af þessu hjá þér eða?" Já, það var náttúrulega í Félagi íslenskra letingja, það náttúrulega að fá einhvern arð af þessum, svona einhverja ölmusu af þessum aflátsbréfasöluköllum og þú veist bara bla, bla, bla. Ha? Segir hver? Hver segir að sé ekki hægt að nota þessa ávísun? Hver segir það? Mister Greenman. Þetta er svolítið fyndið. Já, það gengur ekki upp að nota frelsitíu á þessu með HHFA kennitala reikningsnúmeri. Af hverju ekki? Hver segir það? Hver? Okay. Blaðsíða 141 til 142. Er þetta kannski Már seðlabankastjóri sem er Greenman? Axel, þú getur ekki sagt svona. Heyrðu, það er enga blaðsíður hérna. Hvaða blaðsíður ert þú að tala um? Það er enga blaðsíður á þessum skjölum hérna. Þetta er eitthvað miskilningur hjá þér. Treasury. FBI, hver er FBI? Það er bara... Ég þarf að finna þetta ekki. Channelin minn, sko. Bíddu nú, sjáum hvað er að gera þetta. Ertu með linkin á skjalið mitt hana? Scribbit eða var það eitthvað þess? Frétt. Sönnun þess að peningakerfið er blekking. Já, þetta er hérna scribbit.com. I'm gonna be a mom. En hvað var pointið þarna, Mr. Greenman? 141, 142. Blaðsíða. 141, þetta er bara 112 blaðsíður. Þú voru að lesa rétt á skjalið. Mr. Már Greenman, seðlabankastjóri. Ég setti link hérna í kommentið, hérna eða hérna. En hérna, það er það sem ég skil ekki, það er þessi sturlun andskotans, sko. Ég skil ekki rifrildið sentimetrana. Þú veist, hvað er það? Get ég ekki byggt hús af því að á ekki nógu marga sentimetra? Það grínast? Nei. Já, það grínast, það er bara þannig. Þú ætla að borga fyrir sentimetrana, maður. Ég menn aldrei að þeir séu bara eitthvað frýtt.
Ég meina, ha, ég mæli bara hérna. 40 sentimetrar. Já, þetta er 40 skall, sko. Þú ert búin að eyða 40 sentimetrum. Getur ekki bara mælt sig svona? Nú, segi hver. Bara fuck you, ég mæli bara, þetta er mitt málband, ég bara mæli það sem ég sýnist. Já, komum við og drefum þig. Ok. En þá er komin fram hótun, sjáðu. Og hérna, það sama er ef að þú verður ekki við vilja valdstjórnarinnar, þá koma þær og eyðileggja líf þitt og drepa þig. Sem að þýðir að það er búið að virkja sjálfsvarnar elementið hjá Íslendingum. Allir Íslendingar hafa rétt, náttúrulegan, ef við getum orðað þetta öðruvísi, massu réttindi eru hóks. Íslendingar geta náttúrulega varið sig í sjálfsvörn. Þannig er bara það. Og þegar ljóst er að mafía sem að telur sig hafa leyfi frá eftirmanni Mazzini að stela, að brenna og eitra, stela, slátra og eyða, sjá. Þá getur hver sem er náttúrulega varið sig. Það er bara svo einfalt. Og þessi valdstjórnar mafía er ekki með neitt bakland. Fyrsta lagi geta þær ekki sannað umboð sitt. Þeir eiga engin atkvæði eða neinar sannanir fyrir neinu. Þetta er eins og ég get ekki sagt bara við einhvern, já, þú skuldar mér 100 milljónir. Nei, segir einhver. Jú, ég er með á skuldabréfi. Já, viltu ekki sýna mér skuldabréfinu? Nei, ég brendi það. Nú, já, bara brendi skuldabréfi, sko. En þú skuldar mér þetta samt. Og ég er með undirskriftina þína á skuldabréfinu sem ég brendi. Og svona er valdstjórnin að tala við þig. Og þú ert svo mikil heimsklingi og þú fattar það ekki. Það gengur ekki að nota HHFA og kennitöluna, það er ekki rétt form á því, sko. Nei, einmitt. Segi hver. Nei, þetta er svolítið mikið kumbadja dæmi. Ég hef deilt svolítið að vídeóum hérna cultural marxisma og Frankfurt-hópinn sem var hluti af þessu Operation Paperclip pakki. Og hérna ég hef líka hort á nokkrar heimildarmyndir hann Hitler-greið. Og það er að verða öllum ljóst sem að eru með greind og heilbrigða skynsemi allavega að sögurnar Hitler eru að mestu leyti upplognar. Og öflin sem Hitler var að berjast við, en það var ekkert hann, þetta alltaf gert svona bara einn, sko.
Hitler er vondi kallinn og Gaddafi er vondi kallinn og Saddam Hussein er vondi kallinn, sko. Veist, svo bara milljónir manna drepnir, sko, saklausir borgarar, það er bara því að hann er svo vondur kall, sko, þá er þetta bara allt í lagi, sko. Og þetta er lygin sem að Mazzini og Co. og Albert Pike og lærisveinar þeirra trúa. Þetta pakk er nú ekki alveg að gáðast, sko. Já, einmitt. Þættinum hefur borið skeyti. Ætli hann verið að fá eitthvað áhugavert. World Bank. World Bank. Hei, með hérna þríhyrningnum á. Infinite Bank Statement. Top secret with amendments. Já, þetta lefur ykkur að fylgjast með þessu. Þættinum hefur borið skeyti. Það er nú svolítið gaman. HHFA, hérna svo. Heavenly, hvað er það? Heavenly Holy Heavenly Father Account. Já, Holy Heaven Father Account. Marcos fjölskyldan. Það vantar nú ekki pappir. Já, 141 sagður, já. Ok. Fletta manuált, hvers konar þjónusta er þetta? Já, hérna, ég slæ hérna, já, 141. Argumenti var, það gengur ekki að nota ávísunina með HHFA kennitala að reiknast á með. Blaðsíða 141. En relím, hvað er það? Relím, já. Relím, það er leim, sko. Porn, nei. Heyrðu, það er bara dulmálið það í gangi. Heyrðu, þetta er áhugavert líka. Þetta er þetta borga mönnum fyrir, sko. United Nation Organization. Það skiptir ekki máli hvað, ég meina, Group of Families in Scared Blessing Incorporated. What the fuck? Sáðu hvað gerist? Freka dulmál.
Hver þetta í dulmáli? Hvað það? Hmm. Þetta eitthvað mikilvægur, sko. Group of families. Scare. Blessing Inc. Þið reyna bara að verða vitni af opinberri rannsókn. Þættinum hefur borist skeyti. Nei, hvað allir skjárinn í gangi? Hvað það? The priesthood of sacred gift. Já, því rannsækja það sjálf hérna, ekki. Svona gerum við þetta, svona rannsaka maður alls konar fyrirbæri. Og hér skrifa allir sömu plebbarnir undir. And King, akkur það þessi að skrifa? Hver þetta? Jó, ég að keyra tölvunum mér hérna alveg upp á öllu valdi. Já, þetta. Nei, spiritual white boy. Falsified white spiritual boy account. Já, það falsað. Það annað sem síónistarnir segja alltaf, þetta allt sem að falsað, allt sem að snýra þeim. En hérna það að hluta til ástæða fyrir því að allt þetta pakk, þetta World Bank valdstjórnar pakk svona brjálað yfir sjaríalögum og múslimum og allir því. Ekki það, ég held að báðir séu að ég held að múslimar séu undir blekkingum líka, sko. En allavega það ákveðin staðreynd að sjaríalög leyfa ekki okurlánastarfsemi. Og eitt af þeim sterkustu vopnum sem hafa verið fundin upp gegn mannkyni eru nokkuð svona siðleysi, ekki beint siðleysi, heldur það svona já, sko
Ken og Abel bræðurnir, þeir voru sko að fórnuðu til Guðs og ég fari rétt með að það var Ken sem drap Abel, að Abel fórnaði og fórnin var Guði þóknanleg. Guð diggaði fórnir Abels. En fórnir Ken fílaði hann ekki. Það Ken var drullusokkur og hendi bara einhverju drasli í kallinn. Og nú eru allir náttúrulega humanistarnir farnir, já, halleluja, bara bla bla, halleluja, bara lost, sprungu öll öryggin í haustum á þeim, sko. En sko, alltaf spurningum að sjá leyndardómana í sögunni, sko. Það fórn er eitthvað sem þú leggur á þig núna fyrir framtíðina. Þetta er eitt af því sem að gerir okkur einstök af lífverum jarðar, er að við fórnum í dag fyrir framtíðina. Svona, já. Reyndar eru mörg dýr sem að safna í forðabúr og eru þar með að fórna letitíma, hvíldartíma eða matarsvalli fyrir framtíðina. Þannig að þetta er líka til í náttúrunni. Og hins vegar, já, þannig að þetta er eflaust náttúrulegt fyrirbæri líka. Og það sem að gerist það meðan að Ken er heima að runka sér yfir klámmyndum, þá er engir ávextir í hans búi. Allt sem hann eignast étur hann strax og hlustað á kartöflusöguna mína, þá þessi 50 kíló sem hann fékk á kartöflum, hann á það allt saman bara strax. En Abel hins vegar beitir sig aga, notaði helmingina kartöflum til þess að rækta þær. Þannig að Abel er svona sjálfum sér nægur. Hann getur unnið og hann fattar þetta, sko, hvernig þessi element virka. Hann getur gert áætlanir, hans búskapur fungerar. Já, ég þarf að meiri tíma til að rannsaka þetta nýja skjal hjá þér ef ég ekki sé áður. En já, þetta eru sem sagt svona ákveðin prinsip. Það sem er satt í hinu smáa er væntanlega líka satt í hinu stóra. Og það er það sem að er eðli valdstjórna, er Ken eðlið. Þeir taka sér vald. Vald er spariorð yfir ofbeldi. Þeir taka sér ofbeldi til þess að stela, slátra og eyða því sem aðrir hafa gert með sinni ráðdeild og hæfileikum og tíma og fleira slíkt. Og það eru í raun umræður aldanna
og Biblían þar engin undantekning. Það umræðan þessi element. Og eins og til dæmis pídófílía í kaþólsku kirkjunni var skipulögð. Það var ekkert einhverjir prestar sem bara fóru að ríða einhverjum börnum bara þegar þeim datt það í hug. Þetta var skipulagt. Það voru prestar ráðnir inn sem hafði þessa veikleika og vissu það allir. Og sama element gildir í valdstjórnum. Hugsaðu þér ef að þú ætlar að skipa einhvern til að stýra fíneríinu þínu, þá verður að hafa eitthvað tak á viðkomandi. Þess vegna til dæmis að koma upp úr öllum valdstjórnum Vesturlanda núna, það allt saman vaðandi í pedafílíu, sko. Þar faðirinn sá sami. Að til þess að þú færð engin, þess vegna þeir með þessa barnanauðgunarsfallveislur til þess að ná valdi yfir þeim vantar þess að stjórna ógeðsveldinu. Og sama hefur væntanlega verið í kaþólsku kirkjunni, en það þetta sama apparatið. Og þetta mjög mikilvægt að átta sig á. Og þetta í eðli okkar. Við höfum ákveðið eðli sem til dæmis að við forðumst snáka. Bara frá blautu barnsbeini. Enginn hefur kennt okkur það neitt, þannig við bara, það svona ákveðin element í okkur. Og það alveg þrælmerkilegt að þessar valdstjórnir, þessar ofbeldisstjórnir, að þær hafa, þetta með þessum eins og Guðjón segir, 11.000 klukkutímum í þrælabúðunum. Þá einhvern veginn bara búið að fá okkur til þess að elska snákinn, sko. Það bara gott að hafa snáka út allt, sko. Og þeir að eitra fyrir okkur. Sko, þið kannist við til dæmis bara eitt smádæmi, glútenofnæmi eða óþol. Já, þú með glútenóþol, segir læknirinn. Það lygi. Og þú þjáist af glyphosate eitrun. Simple as that. Og faðir Sameinuðu þjóðanna og World Bank og Alþjóðaheilbrigðisstofnun og hvað þetta heitir allt saman. Þetta apparat búið að gefa leyfi fyrir þjófnaði, bruna og eitrun. Þetta fólk trúir því að það hafi leyfi til að gera það. Og ef þið horfið á gamla mafíumynd, þá sjáum við að mafjósarnir voru alltaf í partí og fínum veitingahúsum, drekkandi alkóhól og höfðu alltaf rosalega gott, sko. Og sama með valdstjórnina, þeir hafa það rosalega gott, sko. Þeir sem bara að vinna sem löggur eða sýslumenn eða eitthvað svona skrifstofustörfum fyrir almenning, þeir bara margmilljónerar. Eitthvað fólk að vinna að hugsjónum sínum á Alþingi, þeir bara með
20 milljónir á mánuði á ári í laun, bara fyrir utan allar mútugreiðslurnar, sko. Þannig að farðu að vinna þarna, ekki vera að hugsa svona mikið. Þetta er bara alveg svakalegt, sko. Ennþá er það staðreynd að öll orkuverin á allar álbræðslurnar á Íslandi, þær borga ekkert í skatta á Íslandi. Það er enginn að gera neitt með það. Það er bara, já. Förum á sumarþing með Félagi íslenskra leiðtengja. Eða eitthvað, ég var að hlusta á hana hérna, formann flokksins eða fólksins eða hvað þetta heitir, þetta fyrirbæri. Ofsalega reið, sko, bara og hafa sumarþing og bara já, einmitt. Það er náttúrulega gefist svo vel hingað til, sko. En það er náttúrulega alveg ljóst að þetta er bara sturlun, sko. Við erum á sturlungaöld. En ég var að horfa á hérna fróðlega heimildamynd um Hitler og hans þjóð var að berjast við þessi ógeðsöfl sem eru búin að vera í stríði alveg frá því að í 200 ár. Bandaríkin eru búin að vera í stríði í 200 ár mínus held ég 2 ár eða eitthvað. Ísraelar eru búin að vera frá seinni heimsstyrjöld að murka lífið úr heilli þjóð sem heitir Palestína. Já, Sameinuðu þjóðirnar létu okkur fá þetta land. Nei, það var félagi ykkar í síónistarhreyfingunni, Balfour, sem gaf ykkur eitthvað skjal sem sagði ykkur að þið mættu núna fara og stela, brenna og eitra. Ég meina, okay. Þú máttu eiga alla peningana í bankanum. Má ég eiga alla peningana í bankanum? Já, þú máttu alveg stela. Hann sagði það. Hann sagði, sagðir ekki? Jú, ég sagði. Þetta eru rökin sem eru í gangi á Sameinuðu þjóðunum. Balfour var síonisti. Og var hans í Elísíum með Norðdalingunum og Blöndólunum. Þessi að runka sér í Elísíum. En hérna já. Hérna það er talað um það víða að það sé engin verðbólga, sko. Vextir eru í 0% víða. En það er í raun ákveðin blekking. Af því þið sjáið fyrir bara eins og Bitcoin sem er náttúrulega bara prump. Að þar eru þeir komnir í $2.000.
bara fullt af liði þarna, bara milljónamæringar á Bitcoin ef þeir ná að selja það, sko. En það er sko verðbréfamarkaðurinn er notaður til þess að taka það er svo mikið af blekkingum í gangi, sko. Og, það er alls konar svona drasl sem er tekið og bara spennt upp úr öllu valdi, sko, til þess að viðhalda blekkingunni. En það virðist vera að menn tala að hrun allra hruna sé væntanlegt, sko. Og þannig að það eru mjög hættulegi tímar í raun. Nema þetta falli eins og Sovétríkin, það féll bara á einni nóttu, sko. Þegar launin hættu að koma þá bara dó það. Og tilraunir þessara valda plebba hafa mistekist. Í raun ætti að vera komin heimsstyrjöld, þeim hefur gjörsamlega mistekist heimsstyrjöldin. Og Sýrlendingar eru bara að vinna sitt stríð. Og það virðist vera að Rússland til dæmis nýtur mikið meiri virðingar í dag heldur en vestrænu plebbarnir, sko. Og þeim hefur mistekist að verja sig með heimsstyrjöld aftur eins og við gerðum síðast. Og ef við fara aðeins ég horfði á, ég deildi því nú einhvers staðar heimildamyndin Hitler að undir hans stjórn þá var allu atvinnuleysi eitt, menn voru bara að byggja hús daginn út og daginn inn og þegar að plebbarnir komu og sagði það er ekki til nógu sentimetrum, þá hlógu þeir bara og sagði fuck you, bara verð úti, fáviti og byggðu bara allt sem að fólki vantaði og gerði allt gott sem að þurfti að gera. Náttúrulega sátu plebbarnir út í horni og sögðu að það verið að níðast að þeim. Það verið að nota alla sentimetrana þeirra. Og þá komum við inn á þennan fórnarlamba psyop. Þetta fórnarlamba psyop. Og ég nenni nú ekki að fara að kenna ykkur menningar marxisman, getið séð fylgst með mér og það sem ég deili mínu stöfi. Ég birt heimildamyndir það. En kveðju á mínu kveðju kross og ætla að tala annað. Hitler var bara snillingur. En flöt jörð. Hvað finnst ykkur það? Chemtrails. Well. Ég er ég er svolítið mikið að velta þessu fyrir mér. Og ég er eiginlega búin að búa með til kenningu sem ég er gaman að deila með ykkur sem eru þeir sem eru að fylgjast með mér. Ef ég sýni ykkur rauðvínsglasi mitt. Þetta er ekki gott, þetta helst að vera vatnsglas. En til þess að skilja hvar við erum, þá vitum við að fiskarnir horfa upp á yfirborðið, sko.
og þeir sjá á vatninu oft svona smá gufu og allt þeirra þeir horfa upp, sko. Og sjávarbotninn hjá þeim er allur upp og niður og alls konar, sko. En ef þeir horfa upp, þá er það bara spennislétt, sko. Þannig að þeir eru væntanlega að spá, heyrðu, hérna, er hafið flatt eða hnöttur? Hvernig þá? Þannig að þeir eru að horfa upp og spá, sko. Og ef þú ferð í minni smáverur sem búa á steini, sko, þá eru þær alveg sannfærar að alheimurinn sé kúptur, sko. En svo horfa þær upp og sjá, af hverju er svona rosalega flatt allt hérna uppi, sko. Þannig að út frá þessari hugsun þá fór ég að horfa upp, sko. Og ef þið horfið upp, þá þið sjáið að skýin er oft bara pinnslétt að neðan. Og hérna og eru svona púft að ofan. Og þið vitið að það er oft talað um að í hérna skemmtanaiðnaðinum, þar er okkur sýndur sannleikurinn, sko. Og það er einmitt ský sem að er mjög þekkt. Það er í Simpson þáttunum. Þar eru þau öll rennislétt að neðan. Ég nenni nú ekki að sýna ykkur Simpson hérna núna. Ég ætla að sýna ykkur hérna. Myndir af skýjum. Skýin eru skemmtileg. Sjáðu þið, það er allt saman rennislétt að neðan. Bullshit. Af hverju eru þau svona rosalega slétt að neðan alltaf og púffa sig upp? Þannig að ég hef verið að horfa hérna upp heldur en ekki niður, sko. Það sjáum við Simpson, sko. The Simpsons. Og hérna annað hef ég séð sem er svona flat earth, já. Nei, Hitler sjálfur. Kallinn er mætur. Að hérna, já, explain this shit. Sko, ég vil taka fram að ég er ekkert að segja þetta er svona hinsegin eða hvað er guðs, ég er bara einfaldlega að skoða stuff. Og hef svo sem ekkert myndað mér neina sérstaka skoðun á neinu. Ég sem sagt bara nota mín eigin augu og internetið. Og hérna Google vill ekki sýna mér þetta náttúrulega. Hérna, já, þetta kort hérna til dæmis, sjáðu. Það eru margir sem trúa því að við séum í nafla alheimsins, sjáðu. Það séu fullt af öðrum kontinentum hérna út allt.
Svo er hérna ein mynd sem mig vantar til þess að sýna ykkur hvað ég er að hugsa. Margir eru að vitna í þennan hérna military guy sko, sem er náttúrulega ekki undir neinum kontrakt eða neitt, skiljiði. Hvar er þessi árans mynd? Multisun. Ég þarf að fara að læra að vera svona skipulagður eins og Guðjón. Hann er alltaf með vistar allt sem PDF hérna. Here we go. Sjá til. Það eru sem sagt sumir sem trúa því að það séu 2 sólir í gangi. Og hérna það er svolítið athyglisvert pæl. Það séu 2 mánar líka. Nei, bíddu, come on. 2 mánar. Ertu brjálaður maður? Rauðvínið verða búið. Þannig að það verður ekkert meira. Þá verður sko ekki meira gert í kvöld sko. Hérna þannig að þetta er ein kenningin líka. Ég er ekki alveg að sjá þetta ganga upp sko. Já, allavega. Þá held ég, eða svona ég er að velta fyrir mér, að suðurskautið, að ísinn á suðurskautinu sé í 20.000 fetum. Og að við séum ekki fiskar á þurrlandi, heldur erum við fiskar í íþer. Og það er stundum sagt að það síðasta sem fiskurinn fattar er að hann býr í vatni. Sko þeir átta ykkur á því að fiskurinn skynjar ekki vatnið sem hindrun eða neitt sko. Fiskur skynjar vatn allt öðruvísi heldur en við. Og af því má hugsanlega leiða að við upplifum þennan íþer sem við búum í allt öðruvísi heldur en við upplifum hann, eða hann sé sem sagt í raunveruleikanum allt öðruvísi heldur en við upplifum. En sem sagt allar þessar lygasögur sem búið er að vera að segja okkur, eru að falla. Þær halda ekki einu sinni sjálfum sér á floti sko, þær eru svo vitlausar. En ég ætla að benda ykkur á annað áhugavert, já, á meðan ég man það. Að hérna, já, ég ætla að sýna ykkur bara aftur kortið sem vorum með áðan. Þessar heimsálfur hérna, ef við teljið þessa punkta hérna, þá eru þeir nákvæmlega jafn margir og laufblöðin í þessum hérna, plús þessa 2 enda hér. Þá stemmir það saman við þessar heimsálfur. En þetta er í raun, finnst mér alveg ótrúlega áhugavert pæl. Að hérna 2 sólir sko. Og hérna
svolítið spennandi, sko. En hérna, annað sem ég er að spá, já, það er hérna Rob Skiba, hann og einhverjir félagar hans sendu upp svona belg. Þeir voru að hlusta á Guðjón Reynberg. Hann var að tala um af hverju gerir þetta ekki einhver að senda upp belg, sko. En hérna, ég veit ekki alveg nógu gott, sko. Jú, heyrðu, ég sit bara hérna, sjáðu, ég bjarga þessu bara svona. Hérna, sjáðu, sit bara. Strik hérna, sjáðu. En þá voru þeir, sko, þeir settu upp eina GoPro með Fish-Lins, eða fiskjaugalinsu. Og þeir settu upp aðra kameru með sem er með sem sagt aðeins flatari mynd, flatari linsu. Og það er gríðarlega mikill munur. Munur á þessum. Hérna er Mr. Rob Skiba. Þeir eru búin að tala heilmikið um þetta, sko. Áhugaverður gaur, þessi Skiba. Þeir fóru með sinn skókassa. Hérna. Þeir sendu þennan skókassa upp. Ég deildi hérna 2,5 tíma vídeói. Þar sem að þeir voru að skoða þessi vídeó. Af hverju er ég ekki með 10 aðstoðarmenn eins og Alex Jones sem að fletta svona fyrir mig og hendi upp á skjáinn? En hérna þeir sem sagt fóru upp í 100.000 feta hæð og þið sjáið á vídeóinu frá þeim sem að Google vill greinilega ekki sýna mér. Að hérna þeir voru bara að horfa á þetta hér, kúrfuna, sko. Og hún er alveg rennislétt, sko. Og þá fóru menn að tala um að það væri hugsanlega smá bjögun líka í þessari 7,2 kameru sem þeir voru að nota, sko. Horfið endilega á vídeóið, það er mjög, ég get kannski séð vídeóið bara hérna. Okay. Bara vídeó tekur svo mikla bandvitt, 13 mínútur. Nú, þetta er bara bullshit, sko. Ok.
Okay. Okay, þetta er bara ónýtt. En það sem ég var að spá í, að þeir voru líka með smá bjögun hjá sér, sko. Þá var ég að hugsa, sko, ef við notum þessa línu hérna, sem er ekki besta lína í heimi reyndar. Vantar einhverja betri. En sko, það sem að menn eru sko, af hverju sjáum við í perspektíf? Hvaða rugl er það? Af hverju sjáum við ekki allt bara já, ég var búinn að segja ykkur var það ekki þarna ég var búinn að segja ykkur nei, ég var ekki búinn að segja ykkur það. Að ég tók eftir því að það voru engir gervihnettir þarna uppi í 100 Ég sá ekki einn einasta gervihnött þarna uppi. Það finnst mér svolítið merkilegt, sko. Herra, ég ætla bara að starta upp mínu eigin prógrami hérna. Þetta gengur ekkert svona. Þetta gengur ekki, sko. En já, það voru engar stjörnur. Ég sá ekki eina einustu stjörnu á myndinni. Maður hefði haldið í 100.000 fetum að þar ætti nú að sjást eitthvað fínari, sko. Og þannig að það er ekki allir vitleysan eins, sko. En, mín kenning er sem sagt á einhverjum útpunkti hér, þar er ísrönd sem að er 20.000 fet að lágmarki, sko. Og, þeir sem eru að halda þessu hérna fram, þeir tala að í miðjum norðurpólnum, að þar komi upp sólir, sko. Tek það fram að ég er ekki að segja það sé þannig, sko. Bíddu nú við. Hérna er Græni Már seðlabankastjóri með fullt af gagnlegum upplýsingum fyrir okkur. Ókei. Nú ætla ég að sýna ykkur hérna uppáhalds teikniforritið mitt sem heitir Illustrator. Svo, það sýna ykkur hérna glugga. Þetta er nú flott þetta. Þessi tölvuheimar. Hérna er sem sagt, við byrjum að gera hring. Nei, ætlaði ekki að gera hring. Ætlaði bara að gera línur. Jú, byrjum að gera smá hring. Hérna stendur ykkur einstaklingur.
og hann er að horfa á einhverja línu sem er hér. Nei, þetta stemmir nú ekki alveg. Að þessi einstaklingur sem að datt hérna undir hjá mér, hann er sem sagt að horfa á línu sem að fer héðan og hingað. Þess að hann er að horfa á þráðbeina línu hérna. Og við gerum þessa línu. Þriggja punkta. Þá sjáum við að hann er að horfa hér. Og ef ég tek þessa línu hérna og setja hana beint upp, sjáðu, sama línan sko. Nákvæmlega sama lengdin. Þá sjáum við að bara tíminn sem það tekur fyrir ljósið eða bylgjuna eða hvað það er sem við sjáum, það tekur lengri tíma að ferðast hér heldur en hér sko. Þess að já. Þessi lína hérna er töluvert styttri sko. Það væntanlega útskýrir af hverju við erum að sjá allt saman svona skakkt og í perspektífi og slíku sko. Það er einfaldlega bara að þú ert lengur að aka til, sjáið þið ekkert hérna eða hvað? Það var nú svolítið fyndið, þið sæjuð ekkert. Það er bara einfaldur raunveruleiki að þið sjáið þetta ekki. Gerum þetta bara extra feitt alveg. Sjáið þið ekkert á skjánum eða hvað? Kæru Íslendingar, hvað sjáið þið á skjánum núna? Eða sjást engar línur? Illustrator er ekki að virka. Damn it. Heyrðu. Beint á skjánum. Ég þarf að fá útsendingastjóra hérna. Það sjá náttúrulega allir. Við sjáið þið línur hér, kæru Íslendingar. Já, hérna sjást línur. Það er bara að sýna ykkur það sem ég var að teikna hérna.
Já, ég sem sagt dró upp einhvern ímyndaðan einstakling hérna sem stendur hér og ef að þetta er sjóndeildarhringurinn sem við erum að horfa á, þá sjáum við að það er miklu lengri vegalengd hér heldur en hér. Og þegar ég tók þessa línu hérna og sneri henni hingað upp, þá er þetta lengdarmunurinn á línunum. Og hérna munur á þeim sko. Hérna sjáum við lengdarmuninn á þeim. Þetta er einhver 30% munur. Þetta já, þið sjáið línu núna, já. Ég sé það hérna. Ég sé það sjálfur. Þetta náttúrulega gæti útskýrt ýmislegt sko. Þannig ég átta mig ekki alveg á þessu rýni á sjóndeildarhringinn sko. Ég bara játa það. Ég veit ekki alveg hvað menn eru að reyna að sjá þar. Af því að það er allt of mikið af truflunum á þeirri landlínu. Miklu einfaldara að horfa í skýin. Þið sjáið að þetta er allt saman þráðbeint sko. Og í raun alveg ótrúlegt sko. The Simpson effect. Sjáið þetta er allt saman alveg þráðbeint sko. Mínus þessi sjónar vegalengd sko. Og það er hérna það hefur væntanlega einhver áhrif. Hvað er trauma based mind control? Hvað nákvæmlega? Meinarðu flata jörðina? Skiptir raun engu máli hvernig jörðin er í laginu? Breytir akkúrat engu. En þetta er eitthvað sem þið getið bara séð sjálf út um glugga hjá okkur. Nei, ég er búinn að vera að rýna í skýin. Bíddu nú við, það var hérna Venus. Já, hérna kom það. Núna feiti ég á rétta leit kannski. Þetta tóku þeir félagarnir sem heitir það. En ég skora á okkur að horfa á vídeóið. Já, hérna er annað. Þetta var í raun það sem að sko ég er einhvern veginn þannig kall sko, ég hlusta með öðru eyranu og mynda mér mínar eigin skoðanir á hlutunum. Og ég hafði tekið eftir þessum geislum bara að eigin. Af hverju er flatagurinn trauma based mind control? Hver eru rökin fyrir því? Ég skil það ekki. Skil það ekki alveg. Upplifið þið eitthvað tráma þegar ég tala um þetta eða hvað? Ég er bara að skoða umhverfið mitt sko. Ég er ekkert
Ég er ekkert að segja að þetta sé alveg svona hinsegin, sko. Svo eru þessar hérna myndir, þetta eru í raun nýjar myndir. Að hérna þetta er líka stórfurðulegt ef að við erum á þeirri ferð sem að glóbalistarnir segja okkur, sko. Þetta er og svo líka annað, af hverju verða allir svona æstir yfir þessu? Það veit ekki því, það verða allir bara alveg brjálaðir, sko. Ég skil það ekki. Hérna er þessi ísrönd, já. Ég held að ísröndin sé 20.000 fet. 20.000 fet. Og Rob Skipa og félagar þeir ætla að fara nær suðurpólnum með belginn sinn. Ef þeir verða ekki stöðvaðir, blessaðir. En hérna, þetta flatajarðardæmi er einhvern veginn hluti af þessu líka að fólk er einhvern veginn bara fólk er bara eins og Trúmann, sko. Þegar ljósakastarinn datt niður, þá bara var dæmið einhvern veginn búið, sko. Og það fór að sjá svona já, víst, höfðu að horft á myndina. En hann sagði í myndinni, ég hef allavega séð upptöku, ég veit ekki hvort það var falsað eða editerað. Þar á Trúmann að hafa sagt að ísröndin á suðurskautinu, suðurhringnum, sé 20.000 fet. Trúmann. Fít. Sjáðu hvað Google er að hugsa maður. Hvað er það að spyrja um þetta maður? Hvað er ekki læg með það? Images. Nei, kemur ekkert, sko. Kemur bara eitthvað furðu fólk. Þannig að þú lifir í lyginni, kallinn minn. Kellingi mín. Kellingi mín. En hvað finnst ykkur? Skellið í komment. Og hérna þetta er svolítið skemmtilegt pæl, sko. Eða hvað finnst ykkur? Hvað heitir þetta? Cumulus clouds. Þau heita eitthvað þessi ský sem eru svona flöta niðan. Þau heita eitthvað, sko. Þau heita eitthvað blessu skýin, sko. En allavega, ég er nú búin að ranta 2 klukkutíma.
Þetta er engin rök hjá þér, Windows 2. Eins og þú skilgreindir trauma-based mind control áðan, að endurtaka nógu oft sama hlutinn. Nei, það er áróður. Það er ekki trauma-based mind control. Trauma-based mind control er annað. Áróður er sér skilgreint atriði. Flat Earth söfnuðurinn, hver er það? Ég kannast ekki við neitt söfnuð sem heitir Flat Earth. Þá er ég væntanlega Flat Cloud söfnuðurinn. Ég er að horfa upp, sko, ég er ekki að horfa niður eins. Sko, trauma-based mind control er svolítið annað, sko. Þetta sem að fólk upplifir þegar það hugsar flötu jörðina, þá upplifuru tilfinningar sem heita disassociation eða aftenging. Og það er mjög sterk tilfinning, sko. Getur leitt til áfalla, sko. En sko, ef ég setja þetta upp í einfalda dæmisögu, þá við gerum það ekki hérna á þessu heimili, en flestir foreldrar, held ég geti fullyrt, segja börnunum sínum að jólasveinninn sé raunverulegur. Þau ljúga að börnunum sínum. Við gerum það ekki hér, við ljúgum ekki að börnunum. Og og þau segja aftur og aftur jólasveinn þetta, jólasveinn hitt, og ef það er spurt, sko, hvenær kemur jólasveinn, þessi leikur er leikinn, og það er eiginlega áróðurinn eða trauma-based mind control, það er verið að telja trú eitthvað sem er ekki til. Og það er eiginlega ekki trauma-based, það er þetta er svona svolítið súpa, sko. En að því að í huga barnsins þá eru foreldrarnir fullkomnir, sko. Bara foreldrarnir geta ekki feilað, sko. Og þess vegna þegar að einhver segir börnunum að jólasveinninn er bara lygi, mamma og pabbi voru að ljúga þér, þá verður viðkomandi mjög reiður við þann sem er að segja honum sannleikann eða raunveruleikann. Og þetta er að sama og þegar að, sko, fólk hefur orðið fyrir ofbeldi af hendi foreldra sinna eða nákomuna, að þá þegar það þarf að vinna úr því með sálfræðimeðferð eða eitthvað slíku. Ég náttúrulega licensed sálusorgari í kristna geiranum. Að þá verður fólk mjög reitt út í meðferðaðilana, sá sem er að segja þeim, foreldraðina voru ekki alltaf góðir, þau skuðu hér og gerðu vont hérna. Þá verður fólk mjög reitt út í þann sem er að segja þeim fréttirnar. Það er disassociation. Og það útskýrir meðal annars af hverju fólk hefur verið mjög reitt út í mig og kallað mig alls konar nöfnum, sko, sem engin innistæða er fyrir. Og það er þessi einfaldi þegar að ég er að benda á eitthvað sem að hreyfir við lygasögunni sem að viðkomandi lifir í, þá verður fólk alveg reitt út í mig, sko. En ég er ekki valdsvið, ég er ekki með það neitt, sko. Ég bara segja hvernig ég sé heiminn, sko. Og það þarf ekki að hlusta frekar hann að vil, sko. Og flestir taka þann kostina að hlusta bara ekki á mig, sko. Sem er það bara líka allt í lagi.
En þetta ekki já, Windows 2, ég ætla ekki út í þennan skurð með þér, rakalausa vitleysuskurðinn, sko. Er þetta Stebbi kannski? Hann heitir vel að gera Stebbi, sko. NATO Shield. Það það er það sem fólk er að upplifa og fara einmitt að svona, veist, ert þú í þessum flata söfnuði og veist, eitthvað bara leiðindi, sko. En ég hef aldrei sagt að jörðin sé flöt, sko. Ég bara, maður veit það ekki. Ekki hugmynd. Ég bara að segja, ég tók eftir því að sólin kom upp í morgun, sko. Og ég tók eftir því að geislanir frá skýjunum eru svolítið skrýtnir miðað við þá fjarlægð sem er gefin upp á sólinni. Ég er einfaldlega að benda á það. Og já. Og þegar maður er að horfa í þessa kameru sem fór þarna upp í 100.000 fet, þessa sem er 7,2, sko, linsan, og sjá bara að það er engin gervihnöttur í sjónmáli og þið farið inn á þarna upplýsingar hvað eru margir gervihnettir á ferð samkvæmt legasögunni, þá ætti náttúrulega að sjást 100 í svona ferð eins og að farin. Og ég er bara einfaldlega, veist, það er verið að segja mér, sko, já, Axel, 2 + 2 eru 8. Og ég bara, 1, 2 + 1, 2 eru 1, 2, 3, 4. Nei, það er 4. Nei, þetta stemmer ekki. Það er ekkert 8, það er 4. Þegar ég horfi á skýin, sko, þá sé ég það sem ég er alveg rosalega langt út frá mér og þau eru alveg rosalega flöt, sko. Og svo er talað tunglið taktunni. Það er nú bara alveg að detta niður að himninu, sko, að koma svo nálægt okkur. Það er til dæmis eitt sem ég var aldrei sagt, að tunglskugginn er kaldur. Þessi tunglljósið er kalt, en tunglskugginn er hlýrri. Þetta getur bara mælt sjálf með hitamælis. Veist, þannig að það er það sem allir eru að gera. Þeir eru bara að skoða, já, ok, veist, þeir bara að skoða hlutina sjálfur. Veist, þegar einhver segir við mig, það er bara allir sentimetrarnir eru búnir, við getum ekkert byggt hús fyrir fólk. Það er bara, ég er með 10 sentimetra allavega og er ég með 5, já, er með alveg 5 metra af, það er svona 500 sentimetrar sem ég er með á þessari litlu rúllu. Ég á 500 sentimetra. Það er bara eina sem ég á, sko. Þegar ég búið með þá á ég ekkert meira, sko. Þegar ég er búin að mæla 500 sentimetra með þessum málbandi, þá var ég að kaupa náttúrulega nýtt, sko. Þá var ég bara búin að nota það upp. Ég er ekki að biðja neitt að trúa einu með eitt eða neitt. Ég er einfaldlega að benda á það sem ég sé með mínum beru augum. Og svona það sem að menn eru að pæla, ég er líka bara að flytja fréttir að þeir sem aðrir eru að pæla, sko. Ég veit ekkert hvort það eru 2 sólir, sko. Ég hef ekki hugmynd. Ég bara sé eina, sko. Þegar nema þetta sé alltaf sikkur. Ég sé eina sól á dag, getur við sagt. Ég held þeir ná ekki að skipta sóla meðan ég fæ mér kaffi. Nei, ég er búin að kalla sentimetrana þegar að kaupa það hjá mér. Það er eins og muni í gamla daga, stikkfrí, sá sem kallaði fyrstur stikkfrí, hann rúlaði leiknum, sko.
Það hefur enginn lýst því yfir að hann eigi sentimetrana nema ég. Þess vegna á ég þá alla saman. Nú þarf ég bara að finna einhver vöðvafjöll til þess að framfylgja því. Og ég borgaði náttúrulega í sentimetrum, skilurðu. Þannig að það nú þetta sem að gerast, að mannkyn að vakna upp með reyndar alveg merkilega rólega og bara yfirvegað. Ég náttúrulega stoltur af mannkyni. Það þannig sko. Það er að sýningu þetta. Þetta er alveg frábært mín. Þetta er nú rosalega sannleikur þessu sem ég ætla að sýningu núna sko. Þetta er 1% á móti 99% af 98%. Don't give a shit. Bara nákvæmlega sama sko. What? Sjáðu. Bitches. We live in a society where people are more offended by swear words and middle fingers than they are by famine, destruction, warfare. Já. Það er bara þannig. Ég þakka ykkur fyrir komuna og vil minna ykkur á að styrkja kallinn. Það er fullt af styrtar línum hérna undir. Slóðir og bankareikningar og tómmustokkar. Ég getur líka að borga mig með sentimetrum. Það er svona til að subscribe. Það er reyndar aðeins. Það er reyndar held ég nú subbónum mínum sko. Ótrúlega vel. En áhörfin. YouTube er náttúrulega taka niður áhörfin. Svo slæmur fótboltamaður kennir náttúrulega dómarunum ófæri sínar. menn allavega munið í síðast því ég var á Harmageddon, þá var ég á toppnum bara í heila viku. Fyrsta sæti á báðum listum. Daglega listan og vikulistan. Og þeir sendu gárungana í sumar. Já, kall grein. Ég vil nú mána og frosta ekkert illt, sko. Þeir eru skynsamir gaurar. En haldið að þeir þora að hringi í mig aftur. Hvað haldið þið það? Ætli ég verði fyrsti maður þegar þau komu úr sumarfríi. Hvað haldið þið? Og áróðus útvarpið saga er náttúrulega. Ég hlusta aldrei á það lengur, sko. Ég misti alla virðingu fyrir það. Eftir sumarið, sko. Ég þarf reyndar að byggja upp Frelsi TV, sko. Það er svona ákveðnar ástæður fyrir ég tók það niður, sko. Það er ákveðnar ástæður fyrir að ég hef haft svona hljóðara um mig
Ég veit rásirnar mínar hafa ekki verið teknar niður sko, hvorki íslenska né enska. Og ég hugsa að ég breyti skráningunni yfir í frelsitv.is. Ég veit það ekki. Nei, skiptir engu máli. Og já, ég ætla að kalla aftur eftir þeim ef að einhver hefur áhuga á því að það er náttúrulega einhver hefur áhuga að fá mig á einhvern lista. Ég tek nú sannarlega ekki minna en 1. sæti núna. Ég var í 5. sæti síðast. Og ég er jafnvel til í að fá mannskap í sjálfsveldisflokkinn eða ég er með aðra vinkla þar. Og ég er líka náttúrulega að byggja upp já, svo er ég náttúrulega að vinna. Ég er í fullri vinnu sko, með fjölskyldu. Ég er reyndar að vinna á næturvöktum núna sem að henta mér mjög vel. Og já, ég verið að vinna mikið í vefsíðugerð og ég er búinn að setja upp serverlausn þannig að ég get tekið við vistunum og ég fer að koma með á markaðinn svona WordPress vistun það sem er fullt af þjónustu stöfi innifaldi og plugginum og alls konar fínerí sem kemur með í pakkanum. Og svo hef ég náttúrulega verið að hanna vefsíður. Og já, það er ég var svolítið upptekinn í því í sumar. Þannig að ef við erum við svoleiðis fínerí á ferðinni þá endilega hafið samband við mig. Og já. Og nú ef að RÚV er með góðan samning í boði þá er þetta kona mín sagðist ekki vilja fara til Íslands nema ég yrði forseti. Það er bara það er lágmarks. Hún vill ekki fara nema það gangi eftir. Ég sagði henni ég væri nú þegar forseti, sýndi henni krukkuna með atkvæðunum mínum. Hún var ekki alveg að fallast á það sko. En allavega, takk fyrir komuna í kvöld. Góða nótt.